On October 24th, 1975, 90% of Icelandic women refused to work at home and in the office. An estimated 25,000 women took to the streets in Reykjavik alone to give speeches and sing about women's rights. There's even a vinyl of recorded songs sung by the Red Stockings from Franafrí. So many women refused to work that day that Iceland shut down. Without women, the telephone system crashed without switchboard operators, and newspapers couldn't publish without typesetters. The national airline canceled flights because there were no stewardesses, and preschools across the country shut down. Women's absence was felt in the home, too. Without domestic labor that Icelandic women carried out, there was no childcare, so men had to stay home or bring their children to work. It was this cooperation across politics and classes and housewives and women working outside the home. It was a celebration. The impact of Franafrí was felt across the country. After the day off, Iceland passed its first Gender Equality Act and officially banned wage discrimination on the basis of gender. Equal rights of women were added to the constitution, and women's representation in parliament rose too. In 1980, Iceland elected its first female leader and the world's first woman president to be elected democratically, something she insisted wouldn't have been possible without Franafrí. No country in the world has completely closed its gender pay gap. Iceland still has some work to do too. But the country's quick progress is a sign that closing the gap is possible. Demonstrations like Franafrí might not work in the same way in other countries, but its success shows us what happens when a country unites, politically and socially, to get closer to equality. Í augsýn nú frelsið og fyrir það mátti vera nú fylgja konur liði og frelsismerki bera stundin runnin tökumst allar hönd í hönd og höldum fast á málum þó ýmsir vilji aftur á bak en aðrir standi í stað tökum við aldrei undir það en þori ég vil ég get ég já ég þori get og vil en þori ég vil ég get ég já ég þori get og vil og seinna börnin segja sko mömmu hún hreinsaði til já seinna börnin segja þetta einmitt svo veröld sem ég vil en þor ég vil ég get ég já ég þori get og vil en þor ég vil ég get ég já ég þori get og vil áfram stelpur stöndum á fætur slitum allar gamlar rætur 1000 ára kvennakúgunar ef einstaklingurinn virkur verður fjöldinn okkar styrkur og við gerum ótal breytingar atkvæði eigum við í hrönnum komum pólitíkinni í lag sköpum jafnrétti og bræðralag áfram stelpur hér höndin nýtum saman vinaböndin verum ekki deigardansinn í byggjum nýjan heim með höndum hraustra kvenna í öllum löndum látum enga lingu ver í því börnin eignast alla okkar reynslu sýnum með eigin einingu allir í fjölda samstöðu
Láttu berðu höfuð hátt og láttu ef hann hverfa unnist hefur margt. Þó mörgu ekki svarað enn, því ekki jafnréttið mikið í raun. Hvenær verða allir menn taldir menn, með sömu störf og líka sömu laun. Í augsýn nú frelsi og fyrr það mátti vera. Nú fylgja konur liði og frelsismerki bera. Stundin runnin upp, tökumst allar hönd í hönd og höldum fast á málum. Þó ýmsir vilji aftur á bak en aðrir standi í stað. Tökum við aldrei undir það, en þori vil ég geta. Já, ég þori geta á þig, en þori vil ég geta. Já, ég þori geta á þig. Og seinna börnin segja, sko mömmu, hún hreinsaði til. Já, seinna börnin segja, þetta einmitt